Nokkrir einstaklingar byrjaðir að taka á móti sjónvarpssendingum á sérstökum dagskrám sem fara fjarskiptahnöttinn Eutelsat. Ari Þór Jóhannesson býr að Krummahólum 8 og var fyrstur manna hér á landi til að koma sér upp móttökudisk og búnaði fyrir þessar sendingar. Ari, hvað kom til að þú réðst í þetta? Já, ég hef búinn að hafa mikinn áhuga á svona fjarskiptum og ég hef lesið erlendum tímaritum. Það er hægt að ná þessum sendingum hér með frekar litlum disk og þess að ég skellti mér á bara 1,8 metra disk og pantaði annað utan og það tók óratíma því þetta var ekki komið í Evrópu, þannig að ég fekk hann ekki fyrir hann í október en útsendingarnar byrjuðu eitthvað hálfu ári fyrr úr þessu netti. Svoleiðis að ég keypti mér 1,8 metra disk og það kom í ljós að þetta var alveg þrumið myndgæð og þetta var miklu betra en ég gerði nokkurn tíma vonir um. Var þetta mikill kostnaður sem þú lagðir í? Já, í byrjun þá var þetta mjög dýrt. Búnaðurinn er búinn að lækka dálítið í verði síðan og þetta hefur kostað mig 190.000 og ég fekk nokkra áhugamenn með mér til þess að greiða þennan kostnað því ég hafði ekki efni á því. Og þetta kostar núna svona 160.000 krónur, ekki? Já, það kostar ekki núna bara með diskum með öllu búnað sem þú þarft, svona 160.000. Hvað er það raunverulega sem þarf til að ná þessu sendingum? Hvaða búnaður er það? Sko, það þarf disk og svona fyrir heimilið þá verðist duga mjög vel 1,5 metrar en síðan þarf konverter á diskinn eða móttakar á hann. Hvaða rásir eru það raunverulega sem að þú áttu völ á? Sko, það sem ég má horfa á, eða stöðvar sem að gefa okkur leyfi hérna á Íslands að horfa á sig, að það er stöð til dæmis sem heitir TV5, það er fransk stöð sem er frjáls og sjáum við hérna eitthvað af henni. Síðan er RA1, það er ítalska ríkissjónvarpið, RA1 eins og hann kalluð og hún er frjáls fyrir einstaklinga að horfa á hana. Þeir þurfa samt að sækja leyfi hjá henni, hjá sjónvarpsstöðinni. Síðan er hérna einn stöð sem heitir Europa og hún sendur út af 5 tungumálum. Það er hægt að velja að móttakarinn á hvað tungumálið er tekið en hún er ekki byrjuð, hún byrja ekki eftir svona 3 tíma. Þannig það er stillimyndinni á núna. Og síðan er einn stöð sem heitir Worldnet og bandaríska ríkisstjórnin vil senda hann út með miklu fræðsluefni og það er menningarmálastofnun Bandaríkjanna. Já, menningarmálastofnunin sem sendir hann út og hún er mjög góð og sendir út 2-3 tíma á dag. Og síðan er líklega vinsælasta stöðin að það er Sky Canal og hún sendir út 17 tíma í dag og í stereo alla daga vikunar. Já, hún er trufluð, ekki? Jú, hún er trufluð og eins og hún lítur út fyrir það sem að eiga hann ekki, að þá lítur hún svona út. En síðan með litlu apparati að þá er þetta að ná henni og það kostar ekkert að horfa á hana. Það er bara að þeir vilja fylgjast með hverjir eru að horfa á hana upp á litla skýrslur á sér. Það er ekkert mál að fá þennan leiðréttingarbúnað eða afrittara fyrir Sky-Canal? Nei, það þarf að ræða við þá, eða sækja leyfi hjá það og einu takmarkinn sem að virðist vera hjá þeim að það að þú mátt ekki vera einn móttökunum. Það þarf að vera kapalkerfi og það er engin takmark upp á við að þeirra hálfu. Það eru 2 eða fleiri og þeir vilja bara vita hvað eru margir. Það gæti þess vegna verið allt Ísland einn afrittari? Já, allt Ísland og það kostar ekki krónu að horfa á hann. Og hvað kostar svona afrittari? Afrittari sem ég fékk að hann nefndi mjög tall hár og með öllum gjöldum og það kostaði hann rúmlega 40.000. En ef ég var heppinn þá líklega fellur niður tollurinn af þessum afréttar alveg eins og Íslenska sjónvarpsfélaginu og þá kostar hann ekki að vera rúmlega 20.000. En ég á ekki afréttarann, heldur ég fæ hann að láni frá Sky Canal og þeir endurgreiða mér hann aftur þegar ég hætti að horfa á stöðuna. Er það mikil skriffinnska að fara í gegnum þetta allt saman, að fá öll þessi leyfi? Hvað raunverulega þarftu hér hjá innlendum aðilum og hvað þarftu frá erlendum aðilum? Og ég þarf að byrja því að fá leyfi frá stöðinu úti og það geti tekið lega viku, bara senda bréf út og fá hana bréf tilbaka. Síðan þarf ég að sækja leyfi frá samgönguráðuneytinu til þess að fá leyfi til þess að taka á móti efninu og þá þarf ég að framvísa leyfi frá allavega einni stöð og þegar það er komið þá er allt komið og fyrir einstaklinga þá kostar leyfi 5.000 krónur til 2 ára. En ef þetta sé fleira en einn þá kostar það 6.000 krónur og það er fyrir þá kapalgerð og það virðist
verið allavega eitt hús, eða allavega eitt fjölbýlishús. Og það eru fleiri en Ari sem eru farnir að notfæra sér þess að þjónustutum á himmingeimnum. Fyrir nokkru þá hóf Hótel Holt í Reykjavík að miðla henni áfram til gestahótelsins. Í öllum herbergjum hótelsins eru sjónvarpstæki þar sem gestir geta valið margar sjónvarpsrásir beint frá Ítalíu, Þýskalandi, Bretlandi og víðar. Þannig að þetta alls ekki lengur eitthvað tilrauna fikt áhugamanna, heldur blákaldur veruleiki sem menn eru farnir að hagnýta sér. Það er rétt lýsing á því sem að til þarf til að taka móti hér. Gerum þetta saman? Ég held að hún sé nokkuð rétt. Þarna er náttúrulega verið fyrst og fremst að ræða móttöku frá fjarskiptatúnum og þessar myndir sem við sáum þarna, það eru allar frá fjarskiptatúni sem heitir Eutelsat F1. Það tún er raun og veru varatún fyrir aðaltúni hjá Eutelsat sem að flytja nú símaumferð og ýmislegt annað. En til þess að græða dálítið meira á þessum dýrabúnaði sem þarf að skjóta upp í loftið, þá ákveða þeir að leigja út varatúnið og leigja send út til einstakra þjóða, magnanna sem er í túninu. Og þetta tún þarna sem er nú einlega fullskipað og sóttu fleiri heldur en gátu fengið úthlutun og var reynda gett þannig að hvert land fékk eina rás og svo var nú eitthvað smávegis afgangs þannig að sömu löndin fékk tvær rásir. Og þetta efni það er fyrst og fremst ætlað til kabalkerfa í Evrópu. Þetta er ekki ætlað í raun og veru til einstaklinga en það eru loftnetin sem þarf til þess að fá fullkominn gæði af þessu. Þau eru nokkuð stór, þau eru minnstakosti 2,2 metrar samkvæmt upplýsingur sem að Eutelsat sjálft gefur út. Vísu hafa menn nú komast upp með hérna að fá nokkuð góða mynd á minni loftnet en það er ekki neitt sem hægt er ábyggjast og það getur breyst í mismundi veðri. En þessar sendingar eru fyrst og fremst ætlaðar til kabalkerfi Evrópu þar sem engin vandi er náttúrulega að setja 2-3 metra loftnet þar sem margir eru hittuna. Nú eins og við heyrðum þarna þá er náttúrulega lítið tekið að gjöldum fyrir þetta ennþá. Það er einungis Sky-tennunum sem að brenglar myndina og heimtar endar enga greiðslu fyrir, þrátt fyrir það. En spurningin er alltaf hversu lengi heldur þetta ástand áfram, altså hversu lengi getur þessi aðilar sendt út efni og borga það með auglýsingum og látið notendur fá það sér að kostnaðarlausu. Það held ég að sé dálítið mikið spurning og því að það eru mikla greiðslur sem koma til fyrir bæði gervitúlning og eins fyrir náttúrulega alla efnisöflun. Getur þú lýst í aðeins hvaða gervitúl það raunverulega eru sem að er að ræða hérna fyrir ofan okkur sem að hægt er að ná? Það eru sjálfsögðu fjölmörg gervitún sko. Fyrst alveg ef við tökum fjarskiptatúnin þá er nánast ógrynni af þeim í dag. Og við getum nefnt Indisat-túnin sem nú mörg hérna yfir Atlantshafinu sem að við notum að hluta til fyrir okkar símaumferð. Og flest þessar túnlar sem er ætluð fyrir fjarskiptu þau hafa einhverja afkastagetu sem er það geta nýtt fyrir sjónvarpsflutning. Nú ég get bara minnt á það hérna að Ríkisútvarpið fær hjá okkur á hverjum degi gegnum skyggni 10 minna fréttapakka sem við lítum á sem fjarskipti þar sem það er vendað efni sem að útvarpið hefur keypt og á eitt rétt á. Og við myndum ekki geta þolað þetta eins og einhver annar útvarpsstöð eins og stöðina Sjóns 8 fær eftir að hýrta það þegar þeir eru enga rétt á því þetta er efni sem að okkur er falið að flytja milli útvarpsstaða. En síðan þegar við sleppum þessu tali fjarskiptatúninu þá eru á næstu grössum svokölluð GPS-tún sem er nú skammstöðun á Direct Broadcasting Satellites eða tún sem eiga að senda beint til notenda. Það er engin milligöngu aðili eins í formi útvarpsstaða heldur sendir útvarpsstöðin upp í túninu og síðan beint til notenda úr túninu. Og þetta er það sem að búið að ræða núna í fjöldamörg ára að sé framtíðin. Reyndar er búið að tala líka mikið kabalkerfi að það sé framtíðin. Hvort ekki hefur nátt dálítið erfitt uppdráttar. Það var til dæmis 1977 sem hann haldi geypilega mikið alþjóðaráðstefna og síðan fór allir í gang að tala þetta og ég minni kannski bara á Norsat sem að við erum búin að taka þátt í hérna í mörg ára að ræða fram og aftur án þess að nokkuð kom út við. Og sama hefur því mjög gilt mikið af þessum fyrirhuguðu verkefnum á þessu sviði. Náum við þessum GPS-túnum? Það er nokkuð takmarkað og sko, GPS-túnin er náttúrulega ætluð að fara beint með sendingan til notenda. Þannig að í útreikningunum þá er gert ráð fyrir notendur hafi loftnet sem að liggja kannski á stærra gránu 50 cm upp í kannski tæpa metr sem er orðið viðráðanleg stærð til þess að setja upp á þakki hjá sér. Getur þú sagt okkur hvaða, nú skilst mér að það sé franskt tungl sem fara upp fyrst af þessu svokölluðu sjónvarpstungl? Það er enda þýskt tungl sem fer upp fyrst. Það er í augnablikinu ekki eftir ráð fyrir að það fara upp í massa næsta ári. Það er enda búið að fresta því aftur og svo að það er kannski svolítið varhugavert að binda sig alltaf mikið við ákveðnar dagsetningar og sérstaklega eftir það að síðasta Ariane-flaug fór í sjóinn að þá er dálítið óvissa ríkjandi hvenær þetta fer allt saman í gang aftur.
En sem í dag sagt að það verði í mars og síðan skömmu eftir það þá kemur franska tunglið. Þau eru að sömu gerð þessi 2 tungl og eins að öllu liti. Síðan Luxemburgarar það ekki á leiðinni? Já, það fjarskiptatungl. Þá erum við aftur komið tilbaka yfir hina gerðina. Og það sem Luxemburgarnir gera, þeir eru að reyna að komast að samkeppni við Eutelsat sem eru reyndar, þeir eiga sjálfur hluti Eutelsat en þeir eru reyndar að komast að samkeppni við Eutelsat og er reyna að keppa það að dreifa efninu til kapalkerfan í Evrópu. Nú skilst mér líka að bæði Bretar séu komnir aftur að stað eftir að hafa hætt við tíma og eins séu Írar með einhver svona hugleiðingum. Já, Írar hafa samið við amerísk fyrirtæki og nokkur leyti selt þennan rétt sem þeir eiga nú á því að senda upp tungl og fá ákveðna tíðnir og það samt útlit fyrir það að þeir verði kannski komin í gang á undan Bretanum. Bretin hefur verið að stoppa og byrja eftir og stoppa í mörg ár og ekki komist áfram í þessu og það náttúrulega hluturinn að fjárhagsgrundvöllurinn fyrir þessu tungl virðist vera næsta óviss og það orðið svo í dag að allur almenningur hann býst hérna við að fá allt sjónvarp bara fyrir ekki neitt. Og spurningi svo hver vil borga fyrir þetta allt saman? Þetta kostar nefnilega alveg gífurlegar upphæðir. En Gústaf, hefur nokkra hugmyndum það, hefur nokkuð spekulað í því? Hvað margar rásir verður hugsanlega að velja hér eftir til dæmis, ég vil segja aldamótin? Ég held að það verði ekki neinn óskup satt að segja. Sko. Ég held að það sem innan seilingar fyrir okkur, það sem þegar Bretarnir fara í gang, það myndi vera að koma langbæst út fyrir okkur. Frakkarnir myndi vera með geisla sem liggur nú ekki mjög langt undan. Og þjóðurinn nú dálítið lengur burtu, það fyrst og þetta þrennt sem gæti komið til greina. Nú Norsat, Írarnir standa ekki eins vel að hérna, þeir beina geislana meira til austurs. En Norsat náttúrulega ekki kannski alveg steindautt verkefni og símastjórnarnir á Norðurlöndum hafa núna síðast ári verið að ræða nýja möguleika sem það að í staðis að fara strax í Norsat að við tækjum upp svokallan Nordflók sem það að dreifa sjónvarpsdagskránum sem eru til á Norðurlöndum í gegnum fjarskiptatungl á milli landana. Nú þetta verkefni fór nú í gang með miklu látum og menn voru fullir áhuga og allt útbyrð fyrir þetta geti byrjað og þetta enda að byrja að sumleiti vegna þess að í Noregi þetta taka á móti sænsku prógramum þeimur í gegnum fjarskiptatungl. Ólafur, nú fer öll þessi dreifing fram í gegnum post og síma. Þegar hugmyndir hlut posts og síma hér í dreifingu erlendra dagskráa hér í framtíðinni? Við höfum í sjálfu sér engin plön með að dreifa þeim að öðru leyti heldur en að útföga prógrömmin til þeirra aðila sem að ætla að selja dagskrárnar eins og Ríkisútvarpið sjálft og Stöð 2 og annar aðilega ef þeir koma. Við erum flutningsaðilar að prógrammi. Þessi beinu sendingar sem við sjáum hér sýnishorna af áðan eins og Gústaf nefndi eru raunverulega alls ekki ætlaðar heldur beint til almennings. Þetta eru fjarskiptatól og í mörgum löndum er alfarið bannað að taka á móti þessu af almenningi. Þetta er ætlað fyrir kapalkerfi og ef að slíkt kapalkerfi koma hér upp og eru rekin hvort heldur eru að sveitarfélögum eða öðrum aðilum þá eru við að sjálfsögðu tilbúinir að taka á móti þessu og afhenda þessi prógram. Við erum flutningsaðilar á sama hátt eins og við höfum flutt fyrir Ríkisútvarpið erlendis frá og eru raunar að sem verktakar meira og minna eða blanda verktaki og leigu fyrir Ríkisútvarpið út land. Það liggja ekki fyrir nákvæmar reglur þessi hverjir meiga raunverulega reka slík kapalkerfi ef að þau koma. Það bæði útvarpsréttarnefnd þar á ferð, það ný nefnd sem að endurskoða fjarskipta lög í þessu sambandi, nokkuð að þessu stangast á. En þetta í athugun. Ólafur Steffensen, Gústaf nefndi að það vildi enginn borga fyrir efni sem kæmi frá þessum sjónvarpstunglum. Mér nú skilist að það ætti að vera auglýsendur sem að bæri þetta uppi. Hvaða umræða hefur farið fram svona til dæmis meðal evrópskra auglýsingamanna þessi nýju viðhorf? Það hefur verið geypilega mikið rætt þetta, sérstaklega inn á hinn svokallaða Evrópumarkaði og það eru vissulega skiptar skoðanir þetta mál eins og hjá okkur eins og hjá svo mörgum. Það náttúrulega rétt það sem að þeir kollegarnir hafa verið að tala hérna að
að þetta eiginlega skiptist í tvennt. Annars vegar þessir FSS nettir sem eru fjarskipta nettir fyrst og fremst, og svo þessir væntanlegu DBS nettir sem að koma til með að leyfa notandunum að sjá beint í gegnum sitt loftnet. Og mér persónulega finnst nú dálítið einkennilegt að í reynd séum við að tala um það að þetta þurfi að fara í gegnum póst- og símamálastjórnir og stjórnmálalegar ákvarðanir, vegna þess að mér finnst nú að hvers konar hömlur á fjölmiðlun hljóta að vera eiginlega óeðlileg takmörkun á sjálfsögðu tjáningarfrelsi, og hvorki útvarp eða dagblöð eða tímarit þurfa að búa við eins miklar hömlur og einmitt sjónvarpi. Hvorki útvarp eða prentað mál til dæmis verða að afla sér fyrirfram leyfis hjá yfirvöldum móttökulands lesendans eða hlustandans. Og við höfum til dæmis verið að tala um það hérna áðan að við höfum alltaf að minnast á að sjónvarp þurfa að hlíta ákveðnum reglum, og það er einhver voðaleg hræðsla við sjónvarp sem fjölmiðil. Aftur á móti flæðir hér yfir landið allskyns lesefni á prentuðu máli, á erlendum málum, og það þarf ekki að sækja neitt leyfi til að stauta sig fram úr dönsku blöðunum til dæmis. Það þarf til dæmis ekki að sækja neitt leyfi til að hlusta á fréttirnar í BBC. En leið og sjónvarpi kemur til að vísa tæknilegum ástæðum, þá þarf að borga morðfé fyrir að senda geislann til okkar og taka við honum. En í Japan til dæmis og í fleiri löndum eru komnir þessi DBS nettir, og þeir hljóta að vera það sem við horfum á í framtíðinni. Og heldur að auglýsendur séu tilbúnir að kosta þetta? Ég er nú ekki viss um að það sé endilega einvörðungu auglýsingafé sem að kæmi til með að fjármagna slík fyrirtæki, því að við megum ekki gleyma því að alveg hreint eins og útvarp þá er sjónvarp mikill og sterkur fjölmiðill sem á að sjá hlustendum og sjáendum sínum fyrir menningarlegu efni, jafnframt því að senda skemmtiefni. En ég held að okkur veitir nú ekki af að fá svolítið skemmtiefni hingað. Við erum alltof alvarleg þjóð og ég fagna því að það verður meira af skemmtiefni í boði heldur en að svona menningarmiðill eins og Ríkisútvarpið kemur til með að bjóða. Jón Óttar, þið hafið staðið að einhverju leyti í viðræðum við þessa aðila, suma hverja allavega sem að eru að senda núna dagskrár í gegnum gervitang. Já, við notum talsvert af gervitangefni. Við erum til dæmis umboðin til í Music Box hér á Íslandi og erum með tökum eiginlega allt besta efni frá þeim. Nú, það er eitt sem að kannski er mikið atriði í þessari umræðu sem oft gleymist og margir gera sér ekki grein fyrir. Og það er það að þetta gervihnattarsjónvarp er nú kannski ekki alveg eins, kannski þó að við fögnum allri samkeppni, hvað sem hún kemur frá ríkinu eða prívatsaðilum eða gervihnöttum, að þá er ákveðin svona vandkvæði má segja í sambandi við gervihnattarsjónvarp, og það felst í því að, og kemur kannski best fram í einni kvikmynd sem er framleidd hvort sem það er í Hollywood eða í Bretlandi eða hvað sem er, að hún fer fyrst í bíó, glugga svo kallaðan, síðan fer hún í vídeóglugga, síðan fer hún í áskriftarsjónvarp, síðan fer hún í velnasjónvarp og síðast fer hún á kapal. Og þetta er ástæðan fyrir til dæmis Sky Channel með svona 10 ára gamalt efni. Og Sky Channel er mjög gott þar sem er kannski ein svona heldur dauf ríkisstöð eins og í Noregi og kannski á Íslandi. En þegar að það er komið almennilegt sjónvarp að þá í rauninni verða þessar stöðvar fljótlega undir. Vegna þess að fólk þegar það er komið svona nýtt sjónvarpsefni í boði þá hafa menn afskaplega áhuga á 10 ára gamlu efni. Nú, Untouchables og Lucy Ball Show er ágætt svona upp að þessu marki, en þetta er mjög gamalt efni og ég held að fólk verði svona fljótlega þreytt á því þegar þetta er sem sagt, þegar það er komið þetta betra framboð. En þetta er ekki eins alvarleg samkeppni í rauninni eins og menn halda. Býtum nú að þú segir ekki eins alvarleg samkeppni. Nú lýsir hann þarna kostnaðunum hann Ari og ef að til dæmis í 30 íbúða blokk tækju sér nú saman allar íbúðarnar og keyptu svona útbúnað og fengu sér einingar fyrir 7 rásir. Nú er það kannski ekki út af fyrir sér fána, við ætlum bara að gefa okkur það, fyrir 7 rásir. Þá telst mér nú til að það sé ódýrari stofnkostnaður heldur en menn borga bara fyrir afréttarann og
til þín og afnotagjaldi fyrsta árið og síðan frítt það sem eftir er. Er ekki hægt að margir hugsa sem svo? Við komum okkur heldur bara upp diski og horfum á þá að Lucy Balls í orðin 10 ára en förum ekki að borga þetta stórfé fyrir þessa einurás. Ég held að það komið bara í ljós. Ég held að samtjáðan... En er það ekki hræddur um þetta? Við höfum ekki mikla ráðgjör því, nei. Ekki mikla ráðgjör. Þetta er mikið af þessu efni eins og Europa, World Met, þetta er svona sem sagt mikið af þessu eins og Europa, þetta eru ríkisstöðvar sem að hafa þarna sameinast í einu miðli. Þetta er ekki afskaplega spennandi sjónvarpsprógram. Og aðalatriði í sjónvarp er ekki að geta snúið takkan af að nómarka vegu. Aðalatriði er að hafa að það sem þú færð út úr rásinni sé eitthvað sem að eitthvað er bitastætt í. Jón nefndi þessa Europastöðinni, það er dæmi stöð sem er ekki ætlað að reka fyrir auglýsingar, gervigrænsasjónvarp sem er ekki ætlað að reka fyrir auglýsingar. Ég held að maður ætti ekki kannski að afskrifa gervigrænsasjónvarpið á sama hátt og Jón gerir hérna því að við erum rétt að sjá upphafið af þessu. Við erum rétt að sjá fyrstu DBS-nettina fara á loft væntanlega innan tíðar og ég held að frambúð á sjónvarpsefni í heiminum sé slíkt í dag að það verði ekki vandræði fyrir þessa netti að finna efni og ég held að einmitt að þessi markað, þó að þessar ríkisstöðvar séu kannski ekki með það sem mest er spennandi að þá eru þær með töluvert fjölbreytt efni og þetta eru stórar og mjög öflugar stöðvar allar sem eiga aðild að þessu og ég myndi ekki afskrifa það fyrir að einhvern tíma liðum. Ég vil minnst ósig gefa þeim reynslutíma. Kannski aðeins að bæta það minni að það ástæðan fyrir þessu er svo að við setjum ykkur í spór framleiðanda á efni, til dæmis rándýri kvikmynd. Að ef að þessi dreift í gegnum gervitungl yfir kannski 10 lönd í Evrópu á kannski í mjög illa skilgreinda markaði að þá verður framleiðandinn að velja milli þess að selja því gegnum svoleiðis gervitungl miðað við það hins vegar að selja þetta á alla staðina, á hvern markað sem er miklu betur skilgreindi fyrir sig. Hann fer alltaf fyrst inn á þennan lokalmarkað, síðan fer hann upp í gervitungl og þetta er vandamáli sem að gervitunglastöðvarnar eiga við að glíma. Þetta hérna er gamall kapall og þessi er nýr og þessi hérna getur flutt, Ólafur komast ekki þannig að hann getur flutt 60 sinnum meira þessi hérna heldur en þessi hérna. Eins og það er í dag, já. Eins og það er í dag, já. Hvað er þetta hérna? Þetta er svokallaða ljósleiðarar sem eru byggðir úr glerþráðum eða stundum plastik. Þetta eru örmjóir þræðir sem eru brot úr millimetr. Það eru sendir ljósgeislar í gegnum þetta, venjulegast lasergeislar í púlsformi, eins konar morsi getur við hugsað okkur að punkt og strygg, mjög hratt og að sjálfsögðu þarf talsverðan tækjabúnað á endana til þess að aðgreina þetta. Á hverju 2 ljósleiðurum sem slíkum er hægt að flytja eins og við höfum byggt það upp 2000 símarásir eða 2 sjónvarpsrásir. Og þið þarf að geta gert eins og segir í auglýsinni getur flutt hvað sem er, hvert sem er. Jó, það má kannski segja það svo. Þetta er það nú svo að við höfum verið að leggja þetta fyrir til þess að taka umferðarlínur á milli símstöðva hér á höfuðborgarsvæðinu og eins er þetta á áætlun sem langlínukerfi einnig og fyrsta skrefið í því er að við erum að leggja nú austur á Hvolsvöll. Þó að við segjum að hver glerþráður getur flutt 2 sjónvarpsrásir í dag eins og við byggjum þau upp, þá er til tækni í dag sem getur fjórfaldað þetta og við vitum hver tækni verður á morgun og við erum að tala mjög mikla margföldun. Þetta er ekki ódýrt að leggja þetta hér á milli stöðva í dag en við nánast losnum við að grafa upp millistöðvastrengi í framtíðinni því að það er ekkert annað breyta endabúnaði til þess. Inn á slík kerfi er hægt að tengja aftur svo kallað sammiðjustrengi sem væru dreifikerfi einstakra hverfa væri byggð upp úr og þar kemur þessi samvinna við sveitarfélagin sem við höfum verið að ræða látið saman við Björn að það er að byggja net sem að væri hagkvæmt fyrir notendur því að fyrir það síðan það var að notendurinn sem borga. Er þá líklegt að dreifingin verði jafnvel frekar eftir köflum í jörðinni heldur í loftunni sem við heldum nú tíma? Það er svo að nú er ég að þegar ég tala svona þá er ég að tala fyrst og fremst á milli hverfaflutning. Hins vegar verður þetta ansi lengi
hagkvæmara tel ég í radíói eða samblanda hvoru tveggja. Nú það svo að til dæmis eins og Stöð 2, hún fær þarna aðgang að rás 12, en ef það koma fleiri hér á Reykjavíkursvæðið, þá ekki neinar fleiri rásir að ræða og meðan verða að fara yfir að svokalla UHF. Hvað þýðir það að menn þurfa að fara yfir á? Það aðrar bylgjulengdir og það þarf önnur loftnet. En það verður samblanda hvoru tveggja. Það sem að við höfum verið að leggja dálítið upp úr og sérstaklega sveitarfélögin og það að sjá ekki skó að loftnetum á þökum húsa. Jafnvel þótt svo að, eins og ég nefndi á það, þá að við leggjum upp úr því að það sé hægt að vera með sameiginlegar aðalleiðir sem yrði í þessum glerþráðum sem við leggjum hvort þið Dreifikerfið í einstökum hverfum, það pólitísk ákvörðun, það hver á það geti verið sveitarfélagið, Póstur og Sími eða jafnvel íbúarnir, hvað sem Þetta pólitísk ákvörðun og liggur alls ekki fyrir. Hins vegar, inn í þessi kerfi kæmi til dæmis sjónvarpsstöð, sjónvarpsbílarnir, það kannski hér verið með einhverja kappreiðar að hvað austur á Hellu og þar kemur sjónvarpsbíll frá Ríkisútvarpinu og sendi inn á endan á Hvolsvelli og leið inn í Ríkisútvarpið hér í Reykjavík. Þannig það opnast ansi margir möguleikar á þessu. Eins það að þegar við komum austur á Hvolsvelli með þetta, þá létt að brúa þetta með leiðina til Vestmannaeyja með Örbylgju. Fyrirgefðu, gæti Jón Óttar sent merkið sitt ljósleiðara austur fyrir fjall og byrjaði að sjónvarpa á Suðurlandi svona með litlu fyrirvara? Þess vegna, já. Hvað þarf hann til raunverulega? Hann þarf að leigja hjá okkur aðganga þessu. Ég var að menna aðeins við og þetta svolítið dýrt í augnablikinu og meðal annars ég get nefnt það sem við höfum verið að ræða lítillega við Ríkisútvarpið möguleikinn á því að, og ég tek það fram að þetta eingöngu viðræður, það að þótt þetta sé dýrt, þá þetta að nota endabúnaður á mörgum stöðum því hann lítur við svo á að væri flytjanlegur. Ólafur Steffensen. Já, ég langaði til að leggja hér orðið í belg vegna þess að ég sá skýrslu daginn sem tiltölulega nýgerð og kom frá Evrópuráðinu. Það sem var bent á það að framtíð kapalkerfa, þessara hefðbundnu kapalkerfa sem í mörgum tilvikum að hluta til ef ekki að öllu leyti rekin af sveitarfélögum í öðrum löndum, virðast ekki eiga mikla framtíð fyrir sér vegna gífurlegs kostnaðar. Dæmið virðist ekki hafa gengið upp nema í Belgíu og Hollandi en annars staðar, meðal annars í Frakklandi þar sem þetta hefur verið mjög mikið haldið á lofti, hefur þetta verið þvílíkur kostnaður að þessi kapalkerfi svokölluð hafa barist í bökkunum fjárhagslega og þar að auki þá til dæmis í Noregi þar sem var töluvert orðið af kapalkerfum, þar í raun og veru hið opinbera að kaupa kerfin upp fyrir mjög ódýrt verð. Gústaf, við höfum eingöngu rætt hér eiginlega sjónvarp í sambandi við gerfinhettir. Hvað með útvarp? Getum við farið að hlusta á næstunni á stereósendingar á FM-i svona frá Ítalíu, Austurríki og Þýskalandi gegnum gerfinhetti? Það eiginlega þannig, Magnús, að hljóðvarpið hefur mætt aldrei afgangi þessu öllu saman. Að vísu þá man ég að þegar vorum að ræða Norsat á sínum tíma að þá var þetta tekið með í myndina og menn létu sér þetta í huga að kannski getum við sendt eins og 16 rásir í staðin fyrir eina myndrás og þá fengið sendt 8 stereódaskar út úr því. Ég veit að Þjóðverjar hafa sinnt þessu aldrei líka, þeir hafa talsverðan áhuga fyrir þessu og það eru vissar líkur fyrir því að þetta fyrsta þýska DBS-tún sem fer núna upp næsta vor væntanlega að það muni hafa þennan möguleika þó að það sé ekki endanlega ákveðið þá. Og náum við því þá heldur þið? Nei, ég tel það nú ekki vera svo. Þessi þýski geisli, hann liggur dálítið langt undan og við erum að hafa ansi stór loftin til að geta náð þessu. Hins vegar þá eru margir sem telja að senda í framtíðinni, þá verði talsvert þetta og þá kannski send tiltölulega ódýrara fyrir ásheldur en í sjónvarpinu. Og það er nú þannig kannski að í dag að þá hafa menn nú ennþá talsvert áhuga því að hlusta á útvarp erlendis frá. Og það sem kemur í veg fyrir það í dag að menn praktísera þess mikið á gestvegna áður fyrir það að á stuttbylgjunni eru gæðin til mjög léleg vegna þess að það eru margar stöðvar sem eru að keppast lítið tíðnisvið. Kolbrún, hvernig líst þér að fá svona 16 stereórásir til viðbótar við bylgjuna í samkeppnina? Stórglæsilegt, ég myndi fagna því geysilega mikið.
Alveg það? Já, ég get svarið, ég myndi gera það vegna þess að hér á Íslandi erum við alltaf við erum alltaf að rifja einhverja braut. Við erum alltaf að byrja á einhverjum hlutum sem við höfum á tilfinningunni hafa aldrei verið gerðir áður. Það er rétt af þessu leyti, þeir hafa aldrei verið gerðir áður hér. En enga síður sko, þá er fólk út allan heim sem kann ýmsa hluti miklu betur heldur en við. Miklu stærri þjóðir heldur en við erum. Og það er það sem ég finnst oft gleymast í þessari umræðu, það er hversu fámenn við erum. Við erum bara 240.000 og það er óskaplega erfitt fyrir svona litla þjóð að þurfa að halda úti vegakerfi sem á að vera á að geta sóma sér hvað sem er, við skulum segja milljóna þjóðum svo Bretum. Við byggjum brýr, við þurfum að moka vegi allan ársins hring, við erum að halda uppi skólakerfi og heilbrigðiskerfi og Guð má vita hverju við erum ekki að halda úti. Í svona litlu samfélagi er þetta bara meira en að segja það. Ég er eiginlega orðin alveg blönk af að sitja hérna og hlusta. Bara að hlusta á þetta allt saman. Ég skil ekki hvernig við eigum að kljúfa þetta allt saman. Og allar þessar auglýsingar sem flæðin á markaðinn, ég verð þeirri stund fegnust þegar Ríkisútvarpið losnar við allar auglýsingar vegna þess að ég trúi því að almenningur komi til með að kjósa, að horfa á dagskrá sem að er ekki hlaðin auglýsingum. Björn. Beina kannski umræðinu inn á svona menningarpólitík. Og við höfum rætt hérna þessa tæknilegu möguleika sem eru að opnast og það hellist yfir okkur dagskrárefni allstaðar frá. Við getum ekki komið í veg fyrir það að það gerir það. En við eigum að mæta þessa sjálfsögðu með miklu öflugri innlendri dagskrárgerð og við þurfum að opna þessa möguleika bæði í útvarpi og sjónvarpi til þess að það sé svona tiltölulega ódýrt og tiltölulega auðvelt fyrir alls konar hópa, bæði atvinnumenn og áhugamenn, að koma efni á framfæri. Og ég held að þetta sé kannski atriði sem við megum ekki missa sjónir á. Sorry. Er þetta svo menningarpólitík sem þú sér líka? Ég fellst alveg á þessar hugmyndir og mér er kunnugt að þessu er unnið og fyrir þessu er hugsað. Það er mikið starf og það kostar tíma, starf og peninga, en þetta er framtíðin. Við þurfum að efla, og nú er ég að tala ríkisfjölmiðlana en þeir heyra til míns friðar. Telur þú Sverrir að það sé almennur skilningur meðal stjórnmálamanna á þessum efnum? Já, ég held það sé vaxandi minnstu kosti. Að menn séu reiðubúnir, stjórnmálamenn séu reiðubúnir að veita meira fé til íslenskar dagskrárgerðar í einhverju formi, hvort sem það er í ríkisútvarpi eða einhverju öðru formi. Auðvitað eru sjónarmiðin dálítið misjöfn og skilningurinn ekki nægjanlegur ennþá, það skal játað, en ég er bjartsýnn á að þessi nauðsyn nái fram, því þetta er nauðsyn. Ég hef mikla trú á myndinni, kvikmyndinni í sjónvarpinu. Innlendri kvikmyndagerð, ég vil hlúa að henni og ég hygg að það sé skilningur á því og það komi nú reyndar fram þegar að fjárlög birtast að til innlendra kvikmyndagerðar verði varið stórauknu fé. Ég held að við getum svo margt gert með myndinni. Við getum í gegnum hana leitt fólkið að landinu okkar, að bókunum sem við vorum að tala í dag, bókmenntunum. Við hefum óskaplega mikið verk óunnið, en við hefum mest gert af því að magna fyrir okkur óttan við þessi tröllatæki og áhrifaríku tæki, en gleymum því hversu gífurleg tækifæri við fáum upp í hendurnar að notfæra okkur þetta til góðra áhrifa og réttra. Gagnabanka og sjónvarpsefni, geta valið þetta á sama átt eins og ég vel ákveðið símanúmer. Það er sýnt þetta prógram þessum tíma, jafnvel það er sýnt spesíalt fyrir mig. Ég mætti aðeins kannski bara bæta við að það er misskilningur svolítið hjá honum Ólafi, nafna mínum gagvart það sem hann er að vitna í er það sem er ljósleiðari algjörlega heim til notenda. Það er það sem menn búast við að geti orðið praktískt einmitt aldamótin en ekki fyrir. Þannig að ég gæti að valið mér prógram frá Nýja-Sjálandi árið 2000 til þess að horfa á í gegnum. Við getum valið þig í dag í gegnum gagnanet, póst og síma, getur við valið þig inn á gagnabanka erlendis og því ekki.
því ekki, af því það verði ekki spurningin sem þessi þáttur skilur eftir sig, því ekki. Takk fyrir í kvöld. Eitthvað með AC/DC, svona fyrir hádegi og mánudegi. Við skulum reyna það. Takk að þið fyrir. En þið getið jafnvel tekið sér íklippi hjá öðrum stöðum, sko. Þannig að Hótel Holt, þá getur þið fengið alla stöðinu í runnu. Það er ekki hleyp út til þess að ná því, sko. Það getur fengið það 8 stöðar, bara klikk, 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 klikk á milli. Back against evil. Monday to Friday, the future in action adventure animation Mars. Ihr Bruder ist ein großer Mystiker. Er würde auf irdische Güter verzichten im Namen Gottes. Habe ich recht? Sento non molto bene. Right now. And you won't get away later. Sieh zuvor. But I haven't felt that I have lost anything of myself. If anything, I think I feel stronger.